Ránsfengur, svolítið magna orð. Ránsfeng að finna í öllum helstu stórborgum, yfirleitt á söfnum. Í heimsveldisborginni London til dæmis fullt af söfnum. Ránsfengur með þeim ósköpum gerður að það þarf að drepa mann og annan til að komast yfir hann. Eða beita vopnum. Stuldur vægara til orða tekið. Hann verður framkvæmdur án vopna. Oft hann ekki skjóli nætur og enginn drepinn í leiðinni. Af þessu leiðir að mér líður aldrei vel í stórborgum og allra síst svokölluðum heimsborgum. Þær eru allar blóði drifnar. Meira segja Kaupmannahöfn, þótt hún sé nú ekki beinlínis stórborg. En Danir höfðu þá rænaði að skila konungsbók Eddukvæða, stálu Soffíu frænku tilbaka, eins og segir í Kardimonbænum, og þá fagnaði allur lýðurinn niður við Höfn. Þeir fá nú ekki beinlínis mörg prik fyrir það, allavega ekki á mínum bæ. Og ef síminn hringir þá er það örugglega Margrét Þórhildur að fara að rífast í mér fyrir að hafa sagt þetta. Og svo vaknar spurning náttúrulega hvort er betra að ráðast inn í Egyptaland og drepa þar mann og annan og hafa brott Tútankamón, eða hitt að sprengja mustur í loft upp í Sýrlandi og Írak, já, og Indlandi, svo eitthvað sé nefnt. Og hvað ætlaði að verðist margir við að líma saman Kínamúrinn með hrískornalími meðan þjóðin svalt, enda hef ég komið tvisvar til Kína, en í hvoru skiptið nennt að fara að skoða þennan múr, enda hann blóði drifinn. Hvað það? Þetta er allt mjög tvíbent, orka tvímælis. Að tveinu illu er kannski betra að geyma menningarverð með þetta einum góðum stað, eins og í London, heldur en að sprengja þau í loft upp.
eða brenna þau eins og gert var í Kaupmannahöfn. En við erum sem sagt stödd í London, Lundúnum. Þorsteinn Valdimarsson, vinur minn og kennari, einkakennari, tónskáld með méru, vinur föður míns, orti fræga, ég veit ekki hversu fræg hún er, fræg í mínum huga, limru lón og dón, eða nú annað mál. Við vorum sem sagt stödd í London, alveg lón og dón í heilt ár. Og svo áður sagt, þá var pabbi að bólakafi í BBC kvölds og morgna eða eldast við ráðherra og fréttamenn. Nei, elda fréttamenn, eldi þá hversu það fóru ef eitthvað var að gerast í fiskimálum. Mamma var öllum stundum í Guildhall School of Music and Drama og ég ætla að segja aðeins frá þessu, en ekki hvar við bjuggum, hann búið að afgreiða það svo rækilega, og þó mér þykir vænt að muna þó staði sem við byggum á. En það eru svona meira persónlega minningar mínar. Ég ætla að segja örstuð frá BBC. Það var nú ekki gert ráð fyrir að börn væri mikið að flækjast með feðrum sínum þar slóðir. En þó kom það fyrir að pabbi bauð okkur strákunum, Álfheiður var of ung sennilega, til að koma með okkur á kvöldin og fylgjast með beinum útsendingum á skemmtiþáttum sem voru teknir upp og sendir út beint og nutu óhemju vinsælda og það hafi verið svona 200-300 manns í salnum í hvert sinn og þegar búið var að hita upp, einhver brandarakall búin að hita upp og allir hann skellilega og kom sviðstjórinn og tilkenndi að hann stjórnaði hlátri hér og gráti og klappi og ýmsu öðru, leikhljóðum ætla ég að segja, og lyfti spjöldum á loft til að athuga hvort þetta virkaði ekki allt saman, og þá kom fyrst spjald sem stóð á klappa og þá klöppuðu allir. Svo kom annað spjald á loft, hlæja eins og brjálaði maður, þá kom hlógu allir eins og brjálaði menn. Svo kom þriðja spjaldið og það þótti mér svolítið merkilegt. Þá kom svona vonbrigðastuna þegar einhverju mistókst eitthvað á sviðinu sem allir voru vonast til að honum myndi takast. Þá kom svona Svo þegar hann búið að kenna okkur þetta, þá hófst nú bara leikurinn og yfirleitt tókst þetta nú bara alveg prýðilega og auðvitað var ekkert hægt að stoppa, þetta var í beinni útsendingu sem gerði þetta nú svolítið spennandi og alltaf hló maður og klappaði eftir og öskraði og úaði eftir því sem sviðstjórinn setti upp plakötin. Þetta með minnistætt. Nú til dags þetta gert þann dag í dag þar sem verið að senda út svona skemmtiþætti beint.
nema hvað nú birtist þetta á stórum skjá fyrir ofan svið, klappa, hrópa, hlæja og svo framvegis búið að leggja spjöldunum. Og svo ef þetta klippt saman, þessu var ekki að stundum í BBC, að þá voru til hlátursmaskinur og þar voru margir takkar á og fyrst kom svona mildur hlátur, tíst, skvaldur, skellilátur og svo framvegis og hljóðmeistarinn spilaði á þessa maskínu og sá til þess að það var alveg stöðugur skellilátur í hálftíma í svoleiðis þáttum sem voru ekki teknir upp beint. Ég held að við séum nú ekki búin að innleiða svona hlátursmaskínu hér á Íslandi. En það hafa Bandaríkjamenn gert svo sannarlega og þessna hundleiðilegt að horfa á allt sem kemur þaðan sem hafa verið skemmtiefni. Eða annar mál. Nú, svo fekk maður að kíkja inn í tækniherbyggin, bara labba í gegn, eins og sagt og það voru meiri víraflækjurnar og þetta voru mjög virðilegi menn sem að stjórnuðu þessum apparatum og flestu voru þau svo kallu lampatæki. Ég bara ímynda með það. Það voru ekki komin inn í smárar þá, eða transistorar. Þetta var allt svolítið svona þungt og mikið, þungt í vöfum. En nóg þetta, fólk veit nú alveg hvernig sjónvarp búið til, en þetta var pabbi minn að læra, þetta var pabbi minn að uppgötva og átt að sjá stærðarhlutföllum byggingarinnar og hvað þetta herbyggi þyrfti að vera stórt og hvað þetta herbyggi þyrfti að vera stórt og svo framvegis. Því að nú áttu að fara að gera litla eftirlíkingu af BBC á Íslandi. En mamma, það var nú bara allt annað. Hún var sem sagt í Guildhall School of Music and Drama, einum víðfræga. Ég hugsa gamla byggingin standi enn, en nú komið nýr og glæsilegur skóli, eða skólabygging. Ég held að hann hafi verið vígð 70 eitthvað, 76, 8 eitthvað svoleiðis. En það var eftir að við fórum heim og svo þessar kennslustundir móður minnar fóru fram í gamla skólanum eða skólanum sem kom þar á undan. Við þórum ekki að fara alveg með byggingasögu Guildhall School of Music and Drama. Skiptir ekki máli nema þegar þar var komið inn þá fór maður að heyra músík úr öllum hornum og það voru allir með selló eða fiðlukassa eða klarinettukassa eða trompetkassa eða söng eða hvað þetta nú hét allt saman sem var við að læra á þarna í þessum gríðarlega stóra skóla og söngdeildin og leiklistadeildin var náttúrulega svo nafni ber með sér var náttúrulega frægust allavega þá ef ekki enn og það var margir íslenski söngvarar menntast í Guildhall School of Music and Drama sumir af okkar bestu söngvurum. Þetta alþjóðlegu skóli í þeim skilningi að nemendur eru alþjóðlegir og kennarar líka
frá öllum heimshornum. Þeir sem hafa komið inn í svona stofnunni þurfa ekki neina lýsing á hvað þar fer fram. Ég ætla að snúa bara með beint að því að oft fór mamma með okkur Álfheiði litlu, hafði okkur með sér, en Álfheiður var svo ung, blessunin, hún fékk ekki að fara inn í tímana hjá mömmu, ef hún færi nú eitthvað að ólátast. Það mátti ekki trufla prófessoruna, en ég, að því ég var eldri, þá fékk ég að fara inn og satt út í horni og lét fara lítið fyrir mér. Og þá hófust tímarnir hjá aðalkennaranum, skulum við segja, og hún hét Óta Slobodskaja, svo áður nefnt, og var aldrei kölluð annað en keisaraleg söngkona. Og var mjög virðuleg og alltaf með sjöl, hársjöl, og á sjölum og alveg gríðarlega virðuleg kona. Talaði eitthvað mál sem ég skildi nú ekki vel. Mömmu tókst nú að skilja það, og ef henni brást tungutaki þar sé Ótu, þá bara söng hún með sinni gömlu rödd, og mamma skildi það. Og nú var ekki ráðist á garðið þar sem hann var lægstur, nú var bara að fara í þetta allra stærsta. Og það voru náttúrulega oratóriur, endalausar oratóriur, og Mendelssohn Händel til dæmis, Bach, kantötur og svoleiðis, og stóra messur og aríur úr þeim. Svo var farið yfir í eldri óperur, svona frá 1650, sem ég kalla antigaríur, sem ég hef nú bara aldrei skilið. Það hugtak, hvað antík, þetta splungun í lög. Ég meina, saga óperunar er nú ekki svo löng, svona miðað við, ef við teljum frá Stórakvelli, þá þetta bara kannski sekundubrotur í liðinu sem að ópera hefur verið til. Svona sekundubrotur fyrir 12 og miðnætti í sólarhring heimsóknar. En þetta var kallað antigaríur, og svo þá farið ég Händel óperur til dæmis, og Pergolesi sjálfsögðu. Það var nú ekkert sungið af þessum elstu óperum, þar sé Monteverdi og framundir aldamótin 1800, Pergolesi og svo náttúrulega ekki langar sögu stutta, þá vippuð var vippað mamma sér yfir í Mozart, og þar var nú nóg að syngja, og Óta lagði gríðarlega áherslu á það bara að fara í gegnum allan litteratúrinn. Þannig að mamma var að syngja fleiri aríur fyrir hvern tíma, og markmið Ótu var það, hún væri búin að fara í gegnum allan litteratúrinn þegar þessi vetur væri að enda, og vonandi
gæti hún haldið svo áfram námi og það kom í ljós og hún bauð henni það ókeypis engatíma hjá sér í Gildhól. En hún varð að snúa heim, móðir 4 barna, prestsfrú en hvað það? Svo kom náttúrulega þegar búið að vera að fara yfir Mozart, þá kom 19. öldin og þýska rómantík og Gluck og svo framvegis. Svo kom Ítalennir, Bellini og þeir félagar, Donizetti og svo enda þetta nú í Wagner yfirleitt. Ég held að það er lengsta sem farið var. Svona einhver stóri kaflar úr Wagner. Og svo fátt eitt sér talið. Stundum fekk Álfheiður litla að koma inn, en annars var það sellóleikari, ein ágæt stúlka sem vann sér inn aukapening með því að passa Álfheiði meðan mamma að vera í söngtímum. Fekk einhver pund fyrir það og sjálfsagt hefur Álfheiður fengið þar af leiðandi svona guided tour, leiðsögn þennan mikla skóla og séð ótrúlegustu hluti sem ég sá aldrei. Ég var alveg límdur við Ódu. Ég vildi læra allt. Nú skal ég segja leyndarmál. Þegar mamma yrði ekki til, þau voru út í versla eða eitthvað, og ég var einn í húsinu, til dæmis í Greenford, þá komst ég að því að það var spegill inn í fataskáp og var eitthvað að glenna mig framan í hann. Svo veit ég ekki fyrir ég fann að syngja og horfa á sjálfa mig syngja. Þannig þykjast vera í tíma hjá Ódu. Og þá kom þetta. O mio babino caro. Og ég man að mér þótti ég syngja svo vel. Ég fór nú bara beinlínis að gráta. Eða öll þetta lag er náttúrulega svo yndislegt og sami fyrir 17 ára stelpu, þannig að hann munaði hann ekki nema 7 árum á mér og blessuði stúlkunni sem átti að syngja þessa litlu aríu. Og þannig að ég var að æfa mig fram að spegilin að syngja aríur og Madame Butterfly og hitta þetta. Ég kunni ekki náttúrulega textan, ég bara trallaði, hugsa ég. En ég var svo svampur. Ég lærði öll þessi lög, allar þessar aríur. Svo hafði mamma aðgang að lítilli kirkju og píanista sem var skammt frá íbúðum okkar. Og það var, ég held að hafa nú bara hreinlega verið líkhúsið sem ég kallaði það líkhúsið, eða einhver kallaði það líkhúsið, góður hljómburðurar. Og það var píano og þar æfði hún sig með píanistana sínu. Svo þetta var ein eilíðar ópera þessi veitur. En þess skal ágetið að fjölskyldan var alltaf saman helgar.
Pabbi hafði keypt hennan forláta bíl sem hét Ford Anglia og þar var hægt að tróða okkur öllum inn. Við krakkarnir 3 í aftursætinu og pabbi og mamma frammi. Og pabbi var alltaf með þessa menningar og menntunar áráttu sína og ég held að það ekki verið neitt almennilegt safn í Lon og Don sem ekki var heimsótt á sunnudögum. Tilkomi mest var hið blóði drifna British Museum, en þangað hefur verið flutt menningarverðmæti hvaðanæva úr veröldinni. Hvaðanæva úr veröldinni. Hvernig segir maður þetta eiginlega? Úr öllum heimsóknum. Enda líka heimsveldið alveg endalaust. Það voru heilu húsin fannst manni, eða allavega þótti mér það, maður var nú ekki hára loftinu, sem hefði verið flutt einhvers staðar úr Asíum og sett saman í British Museum. Og þarna gat maður vafrað heilan sunnudag og marga sunnudaga og aldrei fengið nóg af því. Og alltaf hélt sér Emil áfram að mala, lesa fyrir okkur sem stóð á spjöldum og segja okkur allt. Það átti sko mentalið, en svo var líka farið í Madame Tussauds náttúrulega og ég man sérstaklega eftir Þyrnirósu sem svar svo fagurlega, eða eins og langaði sagði Þyrnirósa besta barn, besta barn, besta barn. Og ég var svo skotin í þeirri dúkku að það var erfitt að draga mig þaðan. Hún meira sér andaði. Nú tæknisafni í London, þeir mega nú eiga það kalla grein þar, að þeir eiga heiðurinn af iðnbyltingunni, að svona mestu eða einhverju leyti. Þannig að þarna voru guðvélar og járnbrautar einbreiðar og ég veit ekki hvað og hvað, svo alltaf heillaði okkur strákana. Ég veit ekki hvort Álfheiður haft neitt gaman að því, en það var tannhjól og þetta og hitt og klukkur sem gengur rétt út á sjó og stóðu stæði á hvolfi og allavega alltaf dinglaði pendúllinn. Þetta var ægilega gaman. Svo fórum við í Péturs, St. Paul's, ætla ég að segja. Og það var spennandi að vera þar heilan sunnudag og hlýða á messu, fara upp í Whispering Galleríið og svona. Og ég ætla nú ekki að fara að telja þetta allt upp, en svona var þetta. Og þá ekki farin að nefna einu sinni myndlistasöfnin. En ég man að lokum eftir því að einu sinni sem ofta segir séra Emil, jæja, það er sunnudagur, við þurfum að fara út að aka í Anglíunni og nú ætlum við að fara að skoða þetta safn eða hitt. Þá man ég Bjössi bróðir segi, nei takk, hingað ekki lengra.
Það er Robin Hood, Hrói höttur í sjónvarpinu klukkan 3 og ég ætla að horfa á það. Horfa á hann. Já, pabbi reyndi þetta, hann má eiga það. Smá eftirmáli. Ef herstjórar get ekki borið herfangið heim á bakinu, er bara gerð eftirmynd af því til að minna á glæsta sigra. Til dæmis píramídinn sem stendur hvað á maður að segja í anddyri Louvre-safnsins í París. Vive la France!